Góðan dag. Þá hefst 69. fundur bæjarstjórnar Árborgar, haldinn miðvikudaginn 4. febrúar 2026 hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Mættir til fundarins eru Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og varaforseti, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Björgvin Guðni Sigurðsson, bæjarfulltrúi S-lista, Sigrún Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og starfsmaður fundarins Þórdís Sif Sigurðardóttir. Fyrst vil ég geta fundarboðið, ef einhverjar athugasemdir eru við það, að koma þá með þær núna. Ef einhverjar eru og ef engar eru, að þá göngum við til dagskrár fundarins. Þá það fyrst mál nr. 1, fyrirkomulag hverfisráð Árborgar. Afgreiðslu á breyttum samþykktum fyrir hverfisráð sveitarfélagsins Árborgar var frestað á síðasta fundi okkar, eins og öllum glöggt í munni. Frestað til næsta fundar, þar að segja fundarins í dag, og á 68. fundi bæjarstjórnar sem haldinn var 21. janúar síðastliðinn var þessu frestað. Nýjar tillögur að samþykktum fyrir hverfisráð sveitarfélagsins Árborgar eru nú teknar fyrir. Bæjarstjóri leggur til við bæjarstjórn að samþykkja samþykktir hverfisráða sveitarfélagsins Árborgar og þetta fylgja síðan samþykktirnar eins og þær koma fyrir og önnur mál hér í fylgiskjölum þessa máls. Og ég opna fyrir mælendaskrá og það hefur verið beðið orðið hér nú þegar. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, og ætlar að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Herri, já, við erum hér að taka fyrir aftur máli fyrirkomulag hverfisráða. Góð umræða á síðasta fundi og fínar ábendingar sem leit okkur að við frestuðum málinu og áttum vinnufund núna á milli funda, þar sem voru tekið fyrir þessi 4 helstu atriði sem voru rætt á fundinum og í framhaldi af honum. Það var í fyrstu greinu fjölda aðeins orðalagi markmiðunum, hvernig boðun aðalfundar væri, og síðan starfsaðstæða og fundaskipulag. Tókum þetta semst saman á vinnufundunum og kannski sérstaklega í fyrstu grein breytingin þar sem við afmörkum og útskýrum betur út frá samsetningu sveitarfélagsins Árborgar, þar sem viðmið væri þá að hverfisráð skuli starfa í byggðakjörnum sveitarfélagsins Árborgar þar sem íbúafjöldi færri en 1000 manns, og þá verið að horfa á þessi hverfi í þessu tilfelli sem þá Eyrarbakki, Stokkseyri og síðan gamli Sandvíkurhreppurinn, líkt og uppsetningin var með þessi 3 hverfisráð, en einnig bætt við að komi eindregin óskum stofnun hverfisráðs frá íbúum á Selfossi, þá skal bæjarráð taka slíka ósk til umræðu og meta með hliðsjón á aðstæðum íbúafjölda og öðrum samskiptaleiðum, og heimilt að fjölga hverfisráðum ef bæjarráð telur það vera til hagsbóta fyrir sveitarfélag og íbúa þess. Þannig að það þá heimilt til að vinna þetta áfram komi óskum að bæta við hverfisráðum, og þá hægt að taka með því líka út frá fjárhagsáætlun og öðrum aðstæðum. Þannig að bara ánægði með þá breytingu sem við bætum inn þar. Í annarri greininni í markmiðunum var einmitt góð ákvörðun hvernig orðalagið væri og hagsmunagæslu og tilgang hverfisráðsins að breytum þeirri línu, því að auðvitað markmið hverfisráðs að koma sjónarmiðum, þörfum og hagsmunum hverfisins á framfæri við sveitarfélagið. Þannig að við umorðum það bara í mjög góða setningu held ég sem nær utanum þessi atriði. Einnig með boðun fundarins, góð ábending að það komi fram í samþykktunum að það sé náttúrulega stjórn hverfisráðs sem boðar aðalfund hverju sinni, en við tækjum það fram með þetta í bókun núna fyrst, því að það er breytt fyrirkomulag að vera með aðalfund, að sveitarfélag Árborg boðar þá fyrsta fundin og það bara tekið fram í bókun við samþykktina, og síðan í framhaldinu sér stjórnum að boða aðalfund. Þannig að það verður gestir ráð fyrir því í bókum. Og síðan ræddum við svolítið starfsaðstæðurnar og fundaskipulag, því við erum að gera kröfu það að fundagerðirnar séu náttúrulega tölvuskráðar, komist inn í kerfi sveitarfélagsins
En af því að í hverju hverfisráði er gert ráð fyrir 3 fulltrúum og 2 bæjarfulltrúum sem eru þá tengiliðir leið, að þá verði skylda bæjarfulltrúa hverju sinni sem er í hverfisráðinu að rita fundargerð, og þar að leiðandi sé fallið frá því að sveitarfélagið sé að skaffa tölvu og annan búnað í þetta, því að bæjarfulltrúar fá tölvur í sín störf og geta þá rita fundargerðina í gegnum það. Þannig að það er bara góð tillaga sem kom þar inn. Þannig að þetta er komið inn í uppfærðar samþykktir, og líst bara mjög vel á þær og legg til að við samþykkjum, og síðan er hægt að vinna þá framhaldið með boðun aðalfundar og koma þeim í gang. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig hverfisráðin hér sem við frestuðum á síðasta fundi og áttum hér svona yfirlitsfund yfir. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Takk fyrir herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hér að ræða hverfisráðin. Það er rétt eins og kom fram hér hjá Braga, bæjarstjóra Braga hérna rétt áðan, að við heldum fínan fund þetta mál í síðustu viku og þessi tillaga er miklu betri fyrir vikið að mínu mati og held okkar allra. Það eina sem að ég hef ennþá við þetta athuga er fjöldi hverfaráðanna. Ég er svona sett spurningamerki við það að vera með fyrstu greinina niðurlagi henni eða síðustu málsgreinina þar sem að það verði ekki stofnuð hverfaráð á Selfossi nema einhver biðji það. Mér þætti miklu lýðræðislegra ef við værum bara með 3 hverfaráð á Selfossi sem að ákvörðuðust þá af skólahverfunum eins og kom upp í umræðinni á þessum umræddafundi bæjarfulltrúa. Og ég hefði kannski viljað að við hefðum rætt það, tekið það lengra og komist að einhverju niðurstöðu með það. Mér finnst þetta svona kannski heldur veikt að vera ekki með neitt hverfaráð á Selfossi. Það er bara eitthvað, mér finnst bara að það sé svona ákveðið grundvallaratriði að við séum, ef við erum annað borð að reyna að vera með, að reyna að iðka hér íbúalýðræði og fá íbúana til að taka þátt, að þá eigum við að sjálfsögðu ekki að undanskilja íbúa Selfoss kaupstaðar frekar en aðra. Það er kannski fróðlegt að heyra hvað öðrum finnst þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég kem hér upp undir hverfisráð, þess að samþykkt fyrir hverfisráð, sveitarfélag Árborgar. Ég ætla kannski bara að taka annan vinkil heldur en Sigurjón á þetta. Mér finnst persónulega, ég spyr mig hvort að við séum það stór sveitarfélag að við þurfum að vera að rækta hverfisráð heilt yfir. Þegar við erum með 11 bæjarfulltrúa sem að mér finnst bara mjög mikið með okkar eða bara íbúa fjölda, og þannig ég ætla bara kannski að kasta því þetta fram. Mér finnst alveg gott að koma á fundin og ræða hluti sem að þar komu fram en í grunninn þá er ég bara á móti þessu heilt yfir. Og ég ætla bara að segja það, af því að mér finnst hreinlega að við þurfum að efla bara þá aðila sem að koma bara í sveitarstjórnarmálin beint. Ég held að gangi bara ekkert sérstaklega vel hjá neinum flokki að full manna hjá sér. Þannig að ég vil bara hvetja fólk til að skoða það, ef við langar að hafa áhrif, að hafa þá áhrif bara beint, því að það er í boði. Þetta er sjálfsagt alveg forhert og gamaldags, en þetta er það sem mér finnst. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Það þarf nú enginn að skamma sig fyrir gamla skólann.
talsmaður hans Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi Álista. Við beiðum orðið. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundunum. Ég kem hér uppi í sambandi við nýjar samþykktur hverfisráð í sveitarfélaginu og ég fylgdist einmitt með umræðanum á síðasta fundi og mér finnst þetta bara mjög góðar breytingar á milli funda. Fyrir mér er þetta mikið íbúalýðræðismál og mér langar kannski helst til að tala varðandi það sem Sigurjón kom inn á að Selfyssingar fyrstu hverfisráð, að þá held ég að fyrir mér að þá eru þessi hverfisráð af því að við erum fjölkjarna samsett sveitarfélag, þá er þetta fyrir mér í raun og veru að styrkja litlu kjarnana gagnvart stóra bróður sem að okkur er oft legið að hálsi fyrir að hampa dálítið stóra bróður sem er Selfoss. En það er gert ráð fyrir í samþykktunum að ef það kemur fram eindregin ósk frá ákveðnu hverfi eða einstaklingum hér inni á Selfossi, að þá höfum við möguleika á því að mynda hverfisráð inni á Selfossi ef það er einlægur vilji og rök málefnalegu grundvöllur fyrir því. Þannig að og ég get ómögulega tekið undir með Fjólu að þetta sem er bara á móti þessu. Ég verð bara að vera sammála því að vera ósammála henni vegna þess að það er allt annað að bjóða sig fram í hverfisráð heldur en að bjóða sig fram í bæjarstjórn. Vegna þess að eins og ég sagði áðan, Selfoss er pínlítill stóri bróðir í þessu sveitarfélagi af byggðakjörnunum og það hefur í gegnum árin verið þannig að flestir bæjarfulltrúar hafa verið búsettir eða tengst meira Selfossi heldur en hinum byggðakjörnunum. Þannig að ég bara er mjög ánægð með þessar breytingar á milli funda og og las yfir og þetta hefur greinilega verið mjög flottur fundur hjá ykkur á milli bæjarstjórnarfunda málið og ég segi bara keyrum þetta áfram og í gegn með þetta bara áfram íbúar, takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá er Björgvin G. Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegi forseti og tilheyrendur allir. Þetta er góð umræða og málið hefur tekið jákvæðum breytingum á milli funda og ágætt að velta því upp svona almennt í umræðinu eins og hér er verið að gera hver sé þörfin á hverfaráðum, hvort þessi nauðsynlegu liður í því að efla, virkja og viðhalda öflugu íbúalýðræði og veita íbúum og einstökum hverfum og samfélögum innan kjarnans svona beint aðgengi að stjórnum bæjarins og ég held að svo sé, að minnsta kosti sé það ekki full reynt með það og sjálfsagt einmitt að endurnýja kraftin í því með því að endurnýja samþykktirnar og efla þetta með þessum hætti. En sé litið til annarra sveitarfélaga þá er þetta sjálfsagt misjafnt á milli þeirra. En ef ég man rétt þá eru hverfaráð í einstökum hverfum Reykjavíkur og ég vildi bara taka undir með bæjarfulltrúa Sigurjón Vídalín Guðmundsssyni að meðan við erum kannski að fullreyna þetta, hvernig þetta virki, hvaða tilgang og markmið þetta hafi, þá sé betra að hafa hverfaráð í öllum kjörnunum, líka á Selfossi þó að þetta sé langt fjölmennasti kjarninn og það má líka velta yfir svo hvað þetta sendi þau skilaboð út til hinna kjarnana, Stokkseyri, Eyrarbakka og Sandvíkurhrepps að þau séu einhvern veginn seld í þá sök að eiga erfiðara með að koma að stjórnum bæjarins og þess vegna þurfi þau á þessu hverfaráði að halda en ekki Selfossa því hann vegi það þungt í stjórnum bæjarins hvað sem að ég er alls ekki haldið fram að sé og held að bæjarstjórnir frá
því að Árborg var til hafi almennt einbeitt sér að því að reyna að gæta jafnvægis í þessu öllu saman. En ég tek undir með Sigurjón en leið það jákvætt að það opið fyrir þetta í samþykktunum að komi fram vilji til þess að stofna hverfara hér, þá hægt að gera það þess að í rauninni að grípa til neitt annara breytinga. En ég held að það hefði verið best, eins og ég segja, meðan verið að svona blása lífi í þessa tilraun, blása lífi í hverfaráðin sem lið í virku íbúalýðræði í stóru, stækkandi og fjölbreyttu sveitarfélagi. Þá hefði verið heppilegra að hafa hverfaráð áfram á Selfossi, taka nokkur misseri og ári í það, sjá hvernig þetta virkar og gerir sig og svo alltaf að taka umræðinu på nýtt og mögulega breyta þessu aftur. Þannig að það hefði að því leytinu verið betra að stíga skrefið til fulls og skipa hverfaráð fyrir Selfoss, ekki að láta selja það undir það hvort að verði óskað sérstaklega eftir því. En að minnstakosti sú heimild þarna inni og það jákvætt. Og ég hafi sannfæringu verið því að þessi á meðan verið að full reyna þennan þátt í íbúalýðræðinu. Það hefði verið ágætt að skipa hverfaráð strax á Selfossi og keyra þetta í nokkur ár og sjá hvernig þetta virkar. Takk fyrir þetta, Björgvin Guðni. Þá ætla ég að óska eftir því að Brynhildur Jónsdóttir, varaforseti, taki hér við stjórn fundarins. Eitt augnablik. Já, takk fyrir það. En orðið laust og bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta nú eiginlega allt saman ágæti rök sem hér hafa verið borin fram af bæjarfulltrúum sem hafa tjáð sig hér þetta. Það eru viss rök í sjálfu sér að hafa þessi beinu áhrif á stjórn mála hjá sveitarfélaginu með því að bjóða sér hreinlega fram og séu einhverjir að hlusta á okkur þarna úti, þá þetta hvetji alla áhugasama til þess, sama hvar í flokki þeir ætla að skipa sér. Líkt og bæjarfulltrúi Fjóla kom hér inn á áðan að þá það þetta allra besta leiðin til að hafa virk og góð og mikil áhrif innan listana sem að bjóða hér fram í næstu kosningu. En líkt og aðri bæjarfulltrúar hafa nefnt hér að þá þetta svona ákveðið þróunarstarf líka og ég var á síðasta kjörtímabili sem bæjarfulltrúi ásamt Örnu Ýr vorum við með hverfisráði Sandvíkurhrepps og ég viðurkenni það alveg að það var ákaflega upplýsandi og gott fyrir mig að ég náttúrulega ekki svona í hverju viku á ferðinni í Sandvíkurhrepp hver einstu viku og oft í viku en ekki svona inn í hverfin. Þannig að þetta var ákaflega upplýsandi fyrir okkur. Við gátum líka gefið þeim upplýsingar ýmislegt sem að brann á þeirra vörum en þetta var mjög, svona efnislega mjög gott fyrir okkur sem kjörnafulltrúa að hitta fulltrúa í hverfisráði Sandvíkurhrepps. Hitt svona mál eins og hér liggur fyrir í þessum samþykktum en þó með opið á það að hverfisráð verið mynduð á Selfossi. Ég trúi því að það sé nokkurn veginn rétt metið frá síðasta kjörtímabili þegar að hverfisráðin voru að störfum að hverfisráðin bæði Sandvíkurhrepp, Eyrarbakka og Stokkseyri hafi svona verið í einna mestum tengslum við umræðuna í þeirra kjörnum og þannig að þeir gátu komið þessu millilega lausn á framfæri við þá bæjarfulltrúar sem sátu með þeim. Og ég held að það sé auðvitað það sem að grunnurinn í þessu að koma á framfæri því sem að brennur heitast. Staðreyndin hins vegar svo, ég allavega þannig bæjarfulltrúi hef verið frá því ég hóf störf sem bæjarfulltrúi að ég fer mikið á meðal almennings og í hverri vesturumferð með minni konu þá tek ég alveg 2-3 stuttafundi með íbúum. Í Sundlauginni ger ég það reglulega, þar eru haldnir íbúafundir í pottunum og annað og það er auðvitað ákaflega upplýsandi fyrir mig sem bæjarfulltrúa og auðvitað gefandi líka leið að geta miðlað bæði upplýsingum og fengið síðan hug fólksins tilbaka og hvar sem maður kemur og hvar sem maður fer þá eru íbúar alltaf í virku samtali.
Og síðan auðvitað það þannig að auðvitað aðeins misjandi eftir hvernig fólk vinnur. Ég í þannig vinnu að það auðvelt að ná í mig og ég spjalla afskaplega mikið við íbúa. Þannig að þessi hverfisfundir eru alltaf í gangi. Og ég held að við þurfum bara svona aðeins að sjá hvernig þessi þróun verður. Ég auðvitað sammála því að það sé kannski eitthvað rangt í skilaboðunum það að hafa bara hverfisráð í 3 minni kjörnunum en ekki í stóra bænum Selfossi. Það ákveðin skilaboð í því, en ég held svona við séum bara að þróa þetta verkefni og við erum bara að sjá hvernig þetta fer af stað núna inn í næsta með því að breyta þessu samþykktum og setja þetta aftur í gang. Þannig að ég ætla nú að styðja þessa tillögu sem fyrir fundinum liggur. Ég hins vegar ekki í grunninn sammála af því ég kem svo sjaldan að tjáma þá fyrir að fara yfir þetta í aðeins lengra máli að þá er ekki alveg sammála bæjarfulltrúa Fjólu að bara láta þetta alveg eiga sig. Ég held ekki, en gott og vel. Þetta er bara mismunandi skoðanir en ég styð þetta eins og þetta er en nákvæmlega eins og nefnt var enga síður á þessum sama bæjarfulltrúa sem hér nefndi að ég auðvitað hvet þá sem að til okkar heyra og munur hlusta á útsendingu þessa fundar, hvort sem það er núna í beinni eða síðar, að koma og taka þátt í bæjarmálunum. Það er auðvitað mest gefandi að koma á þessa lista sem hér verða boðnir fram, sem væntanlega verða fjölskrúðir og margir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Kjartan. En við höldum áfram með fyrirkomulag hverfisráð og Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-listans hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Varðandi hverfaráðin, þá langar mig kannski aðeins að segja að mér finnst mjög mikilvægt að þessir minni byggðakjarnar hafi hverfaráð og hafi þar að leiðandi kannski aðeins sterkari rödd. Ég er svo sem alveg sammála því að mögulega hefðum við kannski mátt taka meiri umræðum það að hafa inni hverfaráð á Selfossi, þá jafnvel bara eitt og geta þá mögulega bætt við ef það væri mikil aðsókn. Ég veit það ekki, en allavega þá er opið fyrir það að við getum stofnað hverfaráð á Selfossi líka. Og bara vonandi verður svo að fólk hafi áhuga á því. Það sem mér langar kannski að segja varðandi það hafi þetta ekki og vera líka kannski aðeins á móti Fjólu er að ég held að það myndi líka bara svolítið efla okkur bæjarfulltrúa því að nú er ég á mínu fyrsta kjörtímabili og ef ég hugsa til þess að hafa jafnvel setið í hverfaráði eitthvað staðar þá myndi það bara efla mig enn frekar og gefa mér sterkari rödd sem bæjarfulltrúi ef ég hefði setið með íbúum við borðið eitthvað staðar. Og þá líka kannski erum við frekar að fá rödd þeirra á einhverjum svona betri vettvangi heldur en kannski á íbúasíðum sveitarfélagsins og getum þá átt uppbyggilegri samtal. Þannig að ég hef trúið að þetta bara muni vera gott fyrir okkur. Já, nóg frá mér. Já, takk fyrir þetta og bæjarfulltrúi Sveinn Ægir Birgisson. Hann hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, við erum að ræða hverfisráðin. Bara góður umræður, sammála mjög góða breytingar sem hafa átt sér stað á hverfisráðinu. Ég satt sjálfur sem formaður í hverfisráði áður en kom á hinna pólitíska vettvang og ég get mér finnst þetta vel leyst hjá okkur með hvernig við komum hverfisráð Selfoss en mér fannst ef við höfum haft eitt hverfisráð fyrir Selfoss þá að það verið allt of stórt. Það verið allt of stórt og þessi lending að taka skólahverfin er mjög góð. Það hefur verið meira ákall eftir þessu í þessum minni þéttbýlisstöðum hjá okkur og sveitum eða Sandvíkur hreppi að ég held að það sé mjög góð lending en ég get verið sammála og ósammála Fjólu en ég held að þetta sé klárlega þetta er þótt að Kjartan sé með gamla skólanum og margir þá er þetta er kannski að falla úr gildi þessi hugsun og að ég veit að sjálfur bara breytingi frá að ég var í hverfisráði eftir að íbúagáttin kom upp þá leysti hún allverulega mikið af mörgum ábendingum. Tæknin hefur fleygt fram, það er þetta hendi í stuttar skoðanakannanir líka til íbúa að ég held að þetta sé bara mjög gott, ég held að þetta sé virkilega þarft fyrir þá næstu bæjarstjórn að endurskoða þetta ákveð eftir 2 ár. Hvort það sé hvernig þetta sé að ganga
og líka akkur, þú veist, ef það er ekki ákall eftir að fólk sækist eftir að fara í þetta, þá eru náttúrulega mjög erfitt við erum að draga aðeins til að koma inn í þetta á ekki að vera þvinga, þetta á að vera fá fólki með okkur, en það er mjög gott akkurat að hafa bæjarfulltrúana inn í þessum verkum og fá þá til að koma inn og rita fundargerðir og fylgja svo jafnvel eftir fundargerðum líka hér á fundum og málum fyrir hönd hverfisráðanna, að ég held að það sé mjög góð breyting og samþykkja það. Já, takk fyrir þetta. En þá tekur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, aftur við fundinum. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Sklega framistöðu. Eru fleiri sem að vilja? Já, þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að veita andsvar. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er gott við erum ekki alls sammála því að til þess erum við kosin, komum með ólík sjónarmið að borðinu. Já, ég náttúrulega veit að þetta verður samþykkt, en þetta fyrir meiri hluti fyrir þessu, en og gott og vel. En mér langar að benda samt sem ára á það, þetta kostar fullt af peningum fyrir sveitarfélagið og þannig ég ætla að flagga því. En leið langaði mig líka að koma inn upp og hvetja virka í athugasemdum til þess að endilega bjóða sér fram í hverfisráð, því að ég er ekki að sjá það gerast, en ég er til í að þið komið okkur á óvart og hvetja ykkur til þess. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra, og þá hygg ég að flest sjónarmið og flesta línur hafi komið hér fram í einum 9 ræðum hverfisráðið. Ef einhverjur vilja bæta einhverju við í lokin, það er ekki, og þá göngum við til atkvæða þetta fyrirkomulag sem hér hefur verið kynnt. Þau sem eru því sammála, vinsalast gefið merki. Þau sem eru andvíg, já, það er sem sagt samþykkt með 5 atkvæðum D-lista, 1 atkvæði A-lista, 1 atkvæði S-lista og 2 atkvæðum S-lista og 1 atkvæði B-lista. Og 1 B-listamaður situr hjá og atkvæði gegn greiðir Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, og Arnar Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, situr hjá, og Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Já, takk fyrir herra Hósti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, ég greiði atkvæði með þessari tillögu því að ég held að í grunninn sé hún góð. Íbúalýðræði kostar, lýðræði kostar. Það er svo bara spurningum hvort að við séum tilbúin til að eyða peningum í það. Ég er tilbúin í það því að mér finnst það mikilvægt. En ég sem ég segi, greiði atkvæði með þessari tillögu með þeim fyrirvara að það verði skipað í hverfaráð fyrir Selfoss sem allra fyrst og það verði einnig útfært nánar, og þá sérstaklega er ég, og ég held að við sveitarnægir bæjarfulltrúi D-lista deilum þeirri skoðun að það ætti að fara eftir skólahverfum á Selfossi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá höfum við lokið máli 1 á fundunum og göngum til máls númer 2 sem er gjaldskrár 2026. Gjaldskrá frístundaheimil og frístundaklúbba í sveitarfélaginu Árborg frá 1. janúar 2026, uppfærður texti og texti. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja uppfærðan texta í gjaldskráni ef það verið að tala um texta, en svo er það spurning um þennan texta sem er í gjaldskráni. Fyrstur hefur óskað eftir að fá að taka til máls Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, já, rétt til að fylgja eftir, hérna erum að ræða eingöngu breytingar á hugtaki í textu inn í gjaldskráni til að samræma við aðrar gjaldskrár í tengslu við leikskóla og grunnskóla, og þarna er verið að tala um hvort er verið að tala um lengda viðveru eða skráningadaga, og það er sem sagt verið að breyta
taka út orðið lengd viðvera og setja inn skráningadag í staðinn. Þannig að það samræmi staðins við aðra gjaldheimtu sem verður eins hjá sveitarfélögunum og þarna verður að ræða frístundastarfið. Þannig að ekki neina breytingar á upphæðum að ræða heldur eingöngu orðalagsbreytingar og því lagt til að það sé samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykk þessum uppfærða texta sem hér var kynntur, við sem gefum merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að máli númer 3 á fundinum. Það eru siðareglur starfsfólks sveitarfélagsins Árborgar. Þetta tillaga frá 157. fundi bæjarráðs frá 29. janúar síðastliðinn, liður 2. Lagt til við bæjarráð að samþykkja siðareglur starfsfólks sveitarfélagsins Árborgar og bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja þær. Það síðan hér eitt fylgiskjal. Ég opna fyrir mælendaskrá. Einhverju vilja tjá sig. Bragi Bjarnason óskað eftir að fá að taka til máls og hann bæjarfulltrúi fyrir D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, við erum að leggja fram nýja reglur, siðareglur fyrir starfsfólk sveitarfélags Árborgar. Það stóð gott að hafa siðareglur sem eru opinberar starfsfólk og eins og kemur fram í upphafstexta. Markmið með þessum reglum að stuðla gagnsæi, fagmennsku og trausti í garð starfsfólks sveitarfélags Árborgar. Í reglum þessum skráð og skilgreind háttsemi sem öllu starfsfólki sveitarfélags ber að fylgja við störf sín. Og síðan verður þetta gert opið og þetta nokkur atriði sem eru tíundu þannig að allir viti svona í rauninni hvað sé heimilt og hvað ekki þegar getur komið að ýmsum málum sem geta verið álitaefni í störfum okkur sem opinberir starfsmenn, en bara mjög mikilvægt að setja þetta fram og ég bara vel unnið, þakka starfsfólki fyrir það og legg til að þetta verið samþykkt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi, og þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskað eftir að fá að tjá sig mál númer 3. Já, takk fyrir, herra forseti. Þetta eru mjög góðar reglur og gott og nauðsynlegt að setja þær fram og samþykkja. Ég hins vegar að velta fyrir mér hver vann þessar reglur og hvað var til þess að það var ráðist í það að vinna þessar reglur og leggja fram hér í bæjarstjórn til samþykktar. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég ætlaði bara að koma örstutt upp til þess að fagna þessu. Það mjög vel unnið og flotta reglur og mjög mikilvægt að setja svona ramma. Ég gerir nú ráð fyrir að mannauðsdeild eða þær hafi unnið þetta, einhvern veginn bara gef mér það, en mér langaði í rauninni fyrst og fremst að koma upp til þess að bara lýsa yfir ánægju minni með þessar reglur. Þær eru vel unnar og góður grunnur og auðvitað hlýtur þetta að vera lifandi plagg sem svo tekið upp og unni með áfram. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, rétt að svara. Skjalið er unnið af einmitt mannauðsdeild og lögfræðingu sveitarfélagsins og í grunninn bara töldum við þörst fyrir sveitarfélagið að eiga siðareglur fyrir starfsfólk sveitarfélagsins, þannig að það væri bara skýr rammi utanum bæði til þess að það veri skýrt fyrir starfsfólkið en líka út á við, bara að svona viljum við bara ganga fram sem starfsmenn sveitarfélagsins og ég held að það sé bara mjög gott. Tek undir það allt saman. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bragi. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Hefðum orðið. Herra forseti, já, takk fyrir þetta, Bragi. Þetta var raun og veru það sem ég fannst bara vanta með málinu, sko. Það er engin gagnrýni á þetta nema bara
maður hefði kannski viljað sjá, þú veist, að hér væri lögð fram þessar reglur til samþykktar sem unnar hefði verið af mannúðarstild að beiðni bæjarstjóra eða bæjarráðs eða whatever, sko. Það er skiljið hvað ég meina, það vantaði bara svona formála að málinu. Það er kannski það sem ég er að reyna að segja. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurður Vídalín, og þá hefur Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi B-lista óskað eftir að fá að taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúi aðrir tilnefnendur. Mig langar bara að fagna þessu og bara mikilvægt að við séum að stíga þetta skref og ánægilegt að sjá að það sé bara vilji til að bæta starfsemin okkar til framtíðar. En það sem svona, ég velti fyrir mig langar kannski bara svona að nefna og þarf ekkert endilega svar við, en bara hver mun fylgja þessu eftir, að það sé mikilvægt að þessu sé fylgt eftir, hver ætlar að passa upp á bara að kynna þetta fyrir starfsfólki, að þau viti af þessu og hvort það kannski, sem ég væri kannski alveg til að fá svar við, hvað ef að einhver brýtur þessar siðareglur, er það búið að búa til eitthvað sem fer af stað ef að brot eiga sér stað. Og er bara ánægilegt að fá svar við því. En ég fagna þessu, mjög flott. Takk fyrir þetta, Ellý. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, ætlar að koma hér og bregðast við. Forseti bæjarfulltrúi aðrir tilnefnendur, góðar spurningar og bara mikilvægt að þetta sé skýrt. Og við getum alltaf bætt það verklega þannig að allir vitum hvað við erum að ræða. Það er raun og ábyrgð síðan stjórnsýslunnar að kynna þetta fyrir starfsmönnum, þannig að ég veit að verið bæði náttúrulega gert opinbert, sendt út og tekið fyrir á forstöðumannafundi, þannig að allir yfir mig geti kynnt þetta áfram. Viðurlögum við þessu er eins og við önnur störf hjá opinberum starfsmönnum, það er ákveðnir verklegar sem fylgja þar ef eitthvað svo staða kemur upp og það er þá leyst hverju sinni og skýr rammi til utan það, þannig að það fellur undir þessar reglur líka. Góð spurning, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúi aðrir tilnefnendur. Ég bara tek undir þetta að ég fagna þessu að þetta sé komið. Við höfum náttúrulega ýmsar starfsstéttir hafa verið með siðareglur. Þannig að við kannski bara vera að fylla upp í svona ákveðin göt, en mitt ég tek undir það að það þarf að vera skýra reglur og verkferlar varðandi þetta, þannig að ég bara fagna þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur, og Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls undir þriðja máli sem eru siðareglur sveitarfélagsins Árborgar. Forseti, já, þetta eru sem sagt siðareglur starfsfólks, ekki siðareglur kjörinna fulltrúa, við erum með okkar eigin. Ég fagna þessu og tek undir margt af því sem hefur komið fram, en það kannski vantar og ætti að koma fram þegar þetta er kynnt. Leiðbeiningar hvernig á að tilkynna. Ef að grunur leikur á eða þú vilt og ætlu við að leyfa nafnlausar ábendingar eða verður það að vera undir nafni. Þannig að ég veit að sumir eru feimnir að koma undir nafni og ef þú átt að tilkynna til næsta yfirmanns, þú vilt kannski freka fara til þar næsta yfirmanns eða eitthvað því líkt, sko. Þannig að þær verklagsreglur þurfa að vinnast og vera vel kynntar leið og siðareglunar. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá hygg ég að flestir sem hafi óskað eftir að tjá sig þetta þriðja mál og siðareglur starfsfólks sveitarfélagsins Árborgar hafi náð að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og þá berum við þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til máls númer 4. Fossnes og Mýrar. Óveruleg breyting á aðalskipulagi og breytt landnotkun.
Þetta er tillaga frá 57. fundi skipulagsnefndar frá 28. janúar síðastliðin liður 3. Efla fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar leggur fram tillögu í samræmi við aðra málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að óverulegri breytingu á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020-36. Breytingin tekur að meginhluta til stækkunar á svæði VAPþ 4 og samsvarandi minnkunar á svæðinu OP1. Breytingin er gerð til að auka landnýtingu fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Aðalskipulagsbreytingin fellur undir lög umhverfismat framkvæmda og áætlanir nr. 111/2021. Þó verslunar- og þjónustusvæði sé stækkað og opið svæði minnkað samsvarandi þá er breytingin metin hafa óveruleg áhrif á umhverfisþætti. Til að tryggja áfram aðlaðandi ásýnd við aðkomu að Selfoss úr vestri þá eru settir skilmálar að sérstaklega skuli gætt að snyrtilegri ásýnd. Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að samþykkja framlagða breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Málið fái málsmeðferð á grundvelli 2. málsgreinar 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 er varðar óverulega breytingu á aðalskipulagi. Mælist nefndin einnig til þess að áformin verði sérstaklega kynnt til landeigendum, aðliggjandi lands- og sveitarfélaginu Ölfus. Komi engar athugasemdir fram við kynningu málsins verði niðurstaða sveitarfélagsins auglýst og málið sent Skipulagsstofnun til samþykktar. Við erum síðan 2 fylgiskjöl því fylgjandi málinu og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur hér óvænt beðið orðið og óskar eftir að fá að tjá sig. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, svona rétt til að fylgja eftir. Það er að ræða náttúrulega svæðið sem er hérna við Biskupstungnabrautina við innkominn inn í bæinn fyrir ofan Toyota og þar og steypustöðina. Fyrir þessu kunnugir staðáttum og er rauninni svæðið stækkað þarna aðeins til vesturs í átt að sveitarfélagamörkum og það samræmist ágætlega þarna skipulaginu sem bæði Ölfus er með á móti og þetta gefur aðeins aukna möguleika á svæðinu til þess að halda áfram uppbyggingu þar á fjölbreyttri verslun- og þjónustusvæðum. En eins og hafði verið samþykkt í bæjarráði þá var búið að veita enn einn eftir nokkur ára vinnu og hugmyndavinnu vilyrði fyrir lóð og sú skipulagsvinna er í gangi og er þetta hluti af því að gefa það tækifæri til þess að koma þessu öllu saman fyrir hagalega þarna í þessar innkomin í bæ. Þannig að bara víst vel á þessar breytingar, tiltölulega einfalt og svo verður alltaf brugðist við að koma athugasemdir. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu 4. máli á dagskrá fundarins sem er óverulega breytingu á aðalskipulagi við Fossnes og Mýrar. Það er verið að samþykkja hér að fara áfram með það þá til kynningar og það er nú ekki endalega greiðsla. Einhverju fleiri sem tjá sig, ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkt því eins og við höfum hér að framan getið að koma þessu síðan til Skipulagsstofnunar til samþykktar ef að engar athugasemdir berast. Vinsamlegast gefið merki þeir sem eru þessu samþykkt, vinsamlegast rétt upp hönd. Það eru samþykkt samhljóða. Þá er það mál nr. 5, Grænamörk, Austurvegur, deiliskipulag Grænumarkar hverfis sem við erum hér stödd í nú. Tillaga frá 57. fundi skipulagsnefndar frá 28. janúar síðastliðin liður 6. Lögð er fram skipulagslýsing sem tekur til breytinga á skilmálum fyrir íbúðabyggðina IB17 á Selfossi. Gerð verður breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins Árborgar 2020-2036 og unnið nýtt deiliskipulag. Er að ræða íbúðabyggð sem afmarkast af Hörðuvöllum, Árvegi, Þórsmörk, Heiðmörk og Austurvegi. Heimilaðar verði fleiri byggingar og íbúðir ásamt því að umferð akandi og gangandi verður yfirfarin. Skipulagsnefnd Árborgar samþykki framlagða skipulagslýsingu til kynningar og umsagnar í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þá opna ég fyrir mælendaskrá og fyrir þá sem vilja tjá sig þetta mál þá hefur Bragi Bjarnason óskað eftir að fá að taka til máls.
góðkunningjar sem koma hérna upp í pontu. Herðu, forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Herðu, við erum að ræða hérna núna skipulagslýsingu fyrir svæðið hérna í kringum Grænumörk sem þessi fundur haldinn. Hefur verið til umræðu hérna lengi og haldnir í rauninni fundir hérna síðasta haust þar sem var horft til þess að Grænumörk 1-3 yrðu víkjandi húsnæði sem í eigu leigubústaða Árborgar til framtíðar og yrði farið í deiliskipulagsvinnu á þessu svæði til að efla í rauninni og bæta þjónustuna á þessu svæði, bæði með möguleika á fjölbreyttu íbúðaúrvali, mögulegum þjónustu íbúðum og annarri þjónustu fyrir í rauninni kannski horft á sérstaklega til eldri borgara sem uppbyggðu þessu Grænumörku svæði. Þetta svona fyrsta skrefið í þessu ferli, það að fara í skipulagslýsingu þar sem þarf að breyta í aðalskipulaginu okkur með möguleikum á byggingamagni eða íbúðafjölda á þessu svæði og síðan það unnið áfram inn í deiliskipulag og erum við að mun þetta taka eðlilega bara sinn tíma í ferlinu og koma til auglýsingar þegar það tilbúið. En þetta fyrsta skref svona til þess að opna málið hvert við erum að fara og gefa þá færi á athugasemdum á þessu stigi. Þannig að bara mjög spennandi verkefni til framtíðar. Ég hef gríðarlegt tækifæri á þessum reit til að byggja góða og enn betri þjónustu og með því líka útivistarsvæði. Það horft til þess að svæðið hérna í kringum nýju blokkirnar sem hafa verið að byggjast hérna í kring og síðan svokallað sýslumannstún sé undir þessu reit, þannig að það sé hægt að horfa á þetta svolítið heildstætt og leið aðeins að fara yfir líka umferðarskipulag í kringum lóðirnar, hvernig aðkoman bæði austar frá Austurvegi og síðan hérna af Árveginum. Þannig að bara líst vel á hugmyndið framtíðar og það verður bara spennandi að vinna þetta áfram. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Bragi. Það eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál á þessu stigi málsins. Ég held að þetta sé ákaflega spennandi til framtíðar litið að gera heildarskipulag fyrir þetta svæði sem við erum hér að sjá hér fyrstu drög að. Ef ekki eru fleiri sem vilja tjá sig þá ver ég þetta upp til samþykktar að halda áfram með málið og það samþykkt samhljóða. Þá komið að máli númer 6 og 7 segi ég, það Tryggvagata 36. Mál númer 6, ég hérna fyrirgefið, það talvan hún slökkt á sér þannig ég að leita hér að. Það mál númer 6, fyrst afsökunar þessu. Tryggvagata 36 deiliskipulagsbreyting. Þetta tillaga frá 57. fundi skipulagsnefndar frá 28. janúar síðastliðinn liður 7. Lögð Já. Björgvin G. Sigurðsson, Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista hefur óskað eftir að víkja af fundi á meðan þetta mál rætt hér og afgreitt þar sem hann einn umsagnaraðila í málinu. Því þá komið hér á framfæri. Lögð fram eftir auglýsingu tillaga nýs deiliskipulag sem tekur til lóðar Tryggvagötu 36 á Selfossi. Gert ráð fyrir einu 3 hæða íbúðarhúsi ásamt sorpskýli á lóðinni. Ekki gert ráð fyrir kjallara. 3. hæð íbúðarhússins skal vera inndregin að minnst kosti 5 metra á norðurhlið og að minnst kosti 2 metra á aðrar hliðar. Heildarfjöldi íbúð í húsinu geta orðið allt að 36 og gert ráð fyrir samsvarandi fjölda bílastæða innan lóðarinnar. Byggingar skulu standa innan byggingarreita. Heildarbyggingamagn að hámarki 2600 fermetrar og nýtingarhlutfall 0,84. Tillagan var auglýst í lögbirtingablaði og dagskránni frá 11. desember 2025 með athugasemdafresti til 27. janúar á þessu ári. Tillagan var einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar. Umsagnir bárust frá Brunavörnum Árnessýslu og Vegagerðinni. Umsagnir og athugasemdir bárust í auglýsingu tillögunnar og það lagðar fram hér við afgreiðslu málsins.
Skipulagsnefnd Árborgar mælist til þess við bæjarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag eftir auglýsingu. Nefndin telur að brugðist hafi verið við umsögnum og athugasemdum sem bárust vegna málsins með fullnægjandi hætti innan framlagðrar samantektar skipulagsfulltrúa. Nefndin mælist til þess að deiliskipulagið taki gildi með birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeim sem athugasemdir gerðu við tillöguna verði kynnt niðurstaða sveitarfélagsins auk þess sem niðurstaða sveitarfélagsins verði kynnt á opinberum vettvangi. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, greiddi atkvæði gegn tillögunum með eftirfarandi bókun. Undirritaður tekur undir ítrekaðar athugasemdir þær sem borist hafa frá íbúum nærliggjandi húsa sem snúa að hæð og byggingamagni sem lagt til samkvæmt framlagðri deiliskipulagstillögu. Undirritaður telur að bygging á reitnum eigi að hámarki vera 2 hæðir og byggingamagn verði minnkað í samræmi við það til að falla betur að heildarásýnd hverfisins og nærliggjandi byggingum sem að mestu leyti einbýlishús á einni hæð. Af framangreindum ástæðum greiði ég atkvæði á móti deiliskipulagstillögunni. Matthías Bjarnason sat hjá við afgreiðslu málsins. Björgvin G. Sigurðsson vék af fundi við afgreiðslu málsins líkt og hann gerir hér í dag sem varabæjarfulltrúi á bæjarstjórnarfundi Árborgar, þeim sem er númer 69. Þetta mál var samþykkt með 3 atkvæðum af 5. Og hér eru þetta heilmikið af fylgiskjölum og öðru, umsagnir og athugasemdir, en ég opna fyrir mælendaskrá ef einhverju vilja tjá sig og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista og skættur að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir tilheyrendur. Já, við erum með málefni Tryggvagötu 36 til umræðu hérna aftur. Við erum nú búin að taka þetta nokkru sinni fyrir og farið í þarna, svona maður, ekki það ég ætla að fara að rekja eitthvað söguna, það er svo sem hefur verið boðið út og unnið með þessa lóð núna undanfarin ár til að finna hentugustu lausnina. Eftir síðasta útboð er búið að vinna með verktakanum að mögulegri útfærslu til að nýting reitsins sé til sóma. Settum málið í kynningu núna í haust, fórum við ekki unni bæjarstjórn og notuðum hana kynningaferlis að fá í rauninni viðbrögð við nærsamfélagsins við byggingunni. Í framhaldi af þeim viðbrögðum var áfram unnið með þarna lóðarhafa eða þess fekk lóðina úthlutað og þá var þessi tilfærsla til á byggingarreiknum til að koma til móts við þær athugasemdir sem komu frá nágrönnum. Byggingarreiturinn færður fjær þannig að skuggavarpið hefði ekki eins mikil áhrif á lóðirnar. Byggingin sjálf aðeins minnkuð þannig að hún hefði minni áhrif og bílastæðin á móti færð aftur fyrir. Síðan er gert ráð fyrir belti eða svona annarkvort skjólvegg eða þéttum gróðri við endan til þess einmitt að koma í veg fyrir ónæði af bílljósum og öðru sem getur haft áhrif á baklóð þegar það er verið að keyra inn að þarna lóðinni. Ég held að sé góð lausn sem bara býður upp á mikla möguleika fyrir þetta svæði. Gerum ráð fyrir þegar maður horfir, maður getur sett fram ýmsar pælingar það, en þarna er náttúrulega stór hornlóð sem er með gamalt hús og verður bara áhugavert að sjá hvað sá lóðari vill gera til framtíðar, en á móti bæði suður og yfir er síðan fjölbrautaskólinn, þannig að það er kannski ekki undir þetta sé ekki samræmi við í rauninni hverfið eða við algötuna, en bara skil vel samt og bara sem betur fer að íbúar tjái sig þegar deiliskipulög fara til umsagnar, en ég held að svör skipulagsnefndar séu skýr og málefnaleg, það sé búið að taka tillit til athugasemda eins og mögulegt er og við séum með tillögu sem getur bara orðið lóðinni og götumyndin til sóma. Þannig að ég legg til að við samþykkjum tillöguna. Síðan sé þetta komin áfram inn í B-tíðindu og byrja að framkvæma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi með B-lista. Þetta er búið að taka þetta máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar að koma inn á nokkur atriði varðandi þetta mál. Fyrst og fremst bara út frá skipulagslegum sjónarmiðum og kannski lærdómi svona fyrir framtíðina. Umfang byggingarinnar vekur á mínu mati
eðlilegar spurningar hvort hún falli nægilega vel að núverandi götumynd og aðstæðum á svæðinu. 3 hæða hús með alltaf 36 íbúðum töluverð uppbygging á þessum reit og því rétt að spyrja kannski hvort að svona hófstilltari lausn, til dæmis lægri bygging og minna byggingamagn, hefði samræmst umhverfinu betur. Ég hef einnig bara áhyggjur af bílastæðamálum. Að gera ráð fyrir einu stæði á hverja íbúð getur skapað bara þrýsting á nærliggjandi svæði og mikilvægt að horfa til raunverulegra þarfa þegar þétting byggðar annars vegar. Það vekur líka athygli að byggingareitur hefur verið færður til innan lóðarinnar til að bregðast við áhrifum á nágranna með þeim afleiðingum að byggingin núna staðsett nær Tryggvagötunni. Að mínu mati bendir þetta til þess að verkefni sé á mörkum þess sem lóðin ræður við. Ég tel því að til framtíðar sé bara mikilvægt að skýrari skipulagsforsendur liggi fyrir áður en að lóðir eru seldar. Með því getum við aukið fyrirsjáanleika og dregið úr ágreiningi og styrkt traust íbúanna til ákvarðanatöku sveitarfélagsins. Já, ég læt þetta gott heita í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Ellý. Orðið frjálst og opið. Þá sem vilja tjá sig. Einhverju fleiri, Sigurjón Vídalín, Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óska eftir að fá taka til máls. Takk fyrir, herra forseti. Já, ég hef svo sem kannski ítreka bara fyrir góðun mína í þessu máli að ég tel að þarna sé að vera að fara fram með full ágengum hætti gagnvart nærliggjandi íbúum og þetta núna gert ráð fyrir 3 hæða húsi eins og ég sagði í bókun minni í skipulagsnefndinni í hverfi þar sem öll hús eru á einni hæð. Fjölbrautaskólinn vissulega á fleiri hæðum þarna svolítið frá og svo eru flest hús við Tryggvagötuna alveg norður að nýja fjölbýlishúsinu sem að blokkinn sem reis þarna eða hefur að rísa núna undanfarið árið. Þau eru að mig minnir öll á 2 hæðum. Vallaskóli er á einni hæð. Þetta eins og Ellý benti á, þetta eru 36 íbúðir sem töluvert mikið og því fylgir að sjálfsögðu mikil umferð eins og hefur til dæmis komið fram í athugasemdum þeim sem að íbúðirnir hafa sent inn og eins og kom fram í einni athugasemdinni að þá var aldrei gert ráð fyrir því að þarna myndi rísa fjölbýlishús á neinu skipulagi og þar af leiðandi eru algjöra forsendubrest að ræða hvað varðar þá sem að ýmist hafa byggt eða keypt sér hús þarna á einni hæð á aðliggjandi lóðum. Ég held að það væri langfarsælast að lækka þessa byggingu niður í 2 hæðir og fækka íbúðum eitthvað og reyna að ná samkomulagi þannig við nærliggjandi íbúa og fá sátt varðandi uppbyggingu á þessum reit. Þó að það hugsanlega gæti þá falið í sér að sveitarfélagið þyrfti að borga eitthvað tilbaka af þeim fjármunum sem fengust fyrir útboðið á lóðinni. Því að kannski eins og Ellý benti réttilega á, það fulltrúi Ellý, að það þyrftu að sjálfsögðu að vera skýrari skilmálar varðandi heimilaða uppbyggingu á þéttingareitum sem verið að bjóða út í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Eru fleiri sem hafa
löngun og áhuga til að tjá sig um þetta mál sem er allnokkur breyting í raun. Þannig er fyrsti leikskóli bæjarins sem ég sótti og og fullt af öðrum bæjarfulltrúum. Merkileg bygging sem er nú kannski það byrja að renna sitt skeið. En við erum að ræða hér Tryggvagötu 36 deiliskipulagsbreytingu. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs og göngum við þá til atkvæða þessa deiliskipulagsbreytingu og þeir sem eru henni samþykk vinsamlega gefið merki. Þeir sem kunna vera á móti. Það er samþykkt með 5 atkvæðum D-lista. Einn D-listamaður situr hjá og það er samþykkt með 1 atkvæði A-lista og á móti greiða 1 bæjarfulltrúi S-lista og 2 bæjarfulltrúar B-lista. Já, forseti las bókunin upp í byrjun og hún hefur komið hér skilmerkilega fram og bókunin liggur hér með gögnunum þetta mál. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, hefur óskað eftir að hún lengri haldið að gera grein fyrir atkvæði sínu hér og ég gef henni heimild til þess. Já, takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og aðrir. Ég ætla bara að fá að lesa upp þetta bókun sem ég mun svo senda áfram. Ákvörðunin byggist fyrst og fremst á áhyggjum af umfangi þeirrar uppbyggingar sem hér er lögð til og hvernig hún fellur að núverandi byggð og aðstæðum á svæðinu. Að mínu mati vekur stærð verkefnisins ásamt fjölda íbúða og fyrirkomulagi bílastæða upp eðlilegar spurningar hvort sé að ræða hæfilega nýtingu lóðarinnar og hvort nægilegt tillit hafi verið tekið til nærliggjandi byggðar og athugasemda íbúa. Tel ég mikilvægt að við sem sveitarfélag drögum lærdóm af ferlinu. Æskilegt er að skýrari skipulagsforsendur og rammi uppbyggingu liggi fyrir áður en lóðir eru seldar. Þannig að auka megi fyrirsjáanleika og draga úr ágreiningi. Með því móti tel ég að við getum styrkt traust íbúanna til ákvarðanatöku sveitarfélagsins og stuðlað uppbyggingu sem nýtur breiðari sáttar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Þá hefur hún gert grein fyrir atkvæði sínu og sent bókun þar að lútandi. Þá erum við komin að máli númer 7 og aftur kemur inn á fundinn Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista. Þá er mál númer 7 breyting á samþykktum fyrir Sorpstöð Suðurland. Það er fyrri umræða. Þetta er tillaga frá 157. fundi bæjar og svo 29. janúar síðastliðinn liður 8. Tillaga frá auka aðalfundi Sorpstöðvar Suðurlands og stjórnar SOS frá 16. janúar síðastliðinn liður 5a. Tillögur að breytingum og samþykktum afgreiðsla auka aðalfundarins. Tillaga stjórnar breytingar og samþykktum SOS samkvæmt A-lið 5. dagskrárliðar fundarins er borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða og samþykktunum vísað til staðfestingar sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga SOS sem taka þurfa breyttar samþykktir fyrir í 2 umræðum áður en þær eru birtar í B-deild stjórnartíðinda. Lagt er til við bæjarráð að samþykkja breytingar og samþykktum SOS og leggja til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar og taka þær til samþykktar í 2 umræðum. Og hér eru nokkur fylgiskjöl eins og gjarnan í svona málum. Er einhverju sem vilja tjá sig? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, rétt til að fylgja málinu eftir. Þetta er búið að vera í vinnslu hjá okkur síðan í, eiginlega svona frá því á síðasta ári, getum við sagt. Búið að fara fyrir aðalfundi og þetta sem sagt kemur til okkar hérðan af félagafundi Sorpstöðvar Suðurlands, þar sem var í rauninni verið að ganga svona formlega frá í rauninni því að SAS myndi taka yfir verkefni í SOS og stjórn yrði breytt og þar af leiðandi fækkað í 3 og hér að ræða náttúrulega samþykktir sem eru bara aðlagar að þessum breytingum, þannig að það eru nokkrar orðalagsbreytingar, það eru fækkun fulltrúa og auka aðalfundi, hvet alltaf að kynna sér það vel, en það hefur engin breyting orðið á eðlilega frá því að þetta var samþykkt á félagafundinum og leggjum til að þetta verði vísað til seinni umræðu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta bara. Ég eru fleiri sem vilja tjá sig um þessar breytingar á samþykktum fyrir Sorpstöð Suðurlands. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða og þeir sem samþykkja það að vísa þessu til síðari umræðu, væntanlega næsta bæjarstjórnarfundar, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að máli númer 8, viðauki við fjárhagsáætlun SOS 2026. Tillagan er frá 157. fundi bæjarráðs frá 29. janúar síðastliðinn liður 9. Tillaga frá auka aðalfundi Sorpstöðvar Suðurlands og stjórnar SOS frá 16. janúar síðastliðinn liður 5c. Tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2026. Tillaga auka aðalfundarins. Tillaga stjórnar viðauka við fjárhagsáætlun SOS fyrir árið 2026 samkvæmt C-lið 5. dagskrárliðar fundarins er borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða og viðaukanum vísandi staðfestingar sveitarstjórna aðilda sveitarfélaga og bæjarráð leggur það til við bæjarstjórn að samþykkja viðaukan. Er einhverju sem vilja tjá sig þennan viðauka? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerðum hér nokkurum. Það er 9. mál á dagskrá eigna- og veitunefnd 50. fundur haldinn 13. janúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, hefur óskað eftir að fá að tjá sig þetta 9. mál. Já, forseti, ég ætla bara að vekja athygli á framkvæmdum við Norðurhóla 3 sem er stækkun á Jötunhöfum leikskólanum sem mikið fagnaðarefni. Það er jarðvinna er hafin og verið að bjóða út skólan og það er núna 16. eftir rúma 2 vikur og verður lokað fyrir tilboð í það verk. Virkilega spennandi að fylgjast með því. Langar bara mikið athygli á þessu máli. Takk. Takk fyrir það, Sveinn Ægir. Fleiri sem vilja tjá sig, ef svo er ekki, þá göngum við til 10. liðar og dagskrárfundarins skipulagsnefnd 55. fundur haldinn 14. janúar síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 11. mál á dagskrá. Það er fræðslu- og frístundanefnd 25. fundur haldinn 14. janúar síðastliðinn. Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað eftir að fá að tjá sig þá fundargerð. Já, takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar eru tilhendur. Ég ætlaði bara svona aðeins að fara yfir. Þarna vorum við með erindi frá Ungsá sem við tókum fyrir. Þetta voru nokkur erindi og það sem við reyndum að koma þeim í góðan farveg þannig að þau allavega þau fái svör og einmitt við niðurstaðan kannski var líka svo að við myndum að fulltrúa frá fræðslu- og frístundum myndu eða voru með boð að hitta Ungsá því það er svona kannski bara þannig að þau séu að upplifa að það sé verið að hlusta á þau því að meðal annars það var einn hlutur var meðal annars þetta með vænt sveitafélag. Þar er milliður því að við tókum ákvörðun það að það er ekki gert ráð fyrir því akkurat á fjárhagsáætlun núna en þetta var sent til fjölskyldusviðs þar sem að kannski erindi verið bara tekið fyrir aftur því að þannig að þetta er svona kannski að helsta. Síðan velti ég nú aðeins fyrir mér líka bara fyrsta mál, það er lokun kennslurými í Sunnlækjaskóla, það má miðskilja þetta, það er ekki verið að loka rýmum, heldur að vera að setja milliveggi upp, þetta er loka á milli, þetta er svona allt í einu bara lokun kennslurýma, þannig að þetta er kannski eitthvað svona sem maður þarf að hafa í huga að svona kannski hvað stendur svona yfirskriftin, það var kannski þetta helsta sem ég vildi segja. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki, þá förum við í 12. mál á dagskrá fundarins, það er ungmennaráð. 10. fundur haldinn 12. janúar síðastliðinn. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að tjá sig. Já, forseti,
Mér langar bara að vekja aðeins athygli á því sem ungmennar að gera. Það er gaman að sjá hvað eru virk að taka þátt hérna í alþjóðlegu starfi og fara á ráðstefnur, en mér langar líka að vekja athygli hérna á lið 4 sem er ungmennaþing sem eru haldið 10. febrúar næstu viku milli klukkan 6 og 9. Það verður nú auglýst örugglega heimasíðu Setfélagsins og nánar, en mér skilst það sé í húsnæði Fjölbrautaskólans, en það er allavega á þriðjudaginn í næstu viku á milli 6 og 9. Hvet áhugasama til að mæta. Fyrir það, Sveinn Ægir, þá förum við í 13. lið á dagskrá sem er bæjarráð, 157. fundur haldinn 22. janúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 14. og síðasta lið þessa 69. bæjarstjórnarfundar, bæjarstjórnar Árborgar. Það er bæjarráð 157. fundur haldinn 29. janúar síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Sveinn Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista. Óskar eftir að fá að tjá sig. Já, herra forseti, ég kem hérna undir 13. lið, nei 14. lið, 157. fund bæjarráðs, liður 7, fyrirspurn bæjarfulltrúa S-lista, frístundaakstur í sveitarfélaginu Árborg. Ég sé hérna í fundargerðinni er eftirfarandi bókun. Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, deildarstjóri frístundaþjónustu, fór yfir stöðu mála í frístundaakstrinum. Fram kom hjá Gunnar að verið væri að stofna spretthóp sem samanstendur á hagaðilum í samfélaginu. Hópnum er ætlað að leita leiða til úrbóta á frístund- og almenningsakstri fyrir börn og ungmenni í sveitarfélaginu. Einnig er horft til breyting á skipulagi þjónustunnar í nýju Hvað, hrundi bara, það hrundi hérna. Já, einnig er horft til breytinga á skipulagi þjónustunnar í nýju akstursútboði sem tekur gildi haustið 2026. Bæjarráð þakkar Gunnari fyrir greinargóð svör. Takk. Já, það er ánægjulegt að sjá að þetta mál er komið á dagskrá og ekki seinna á efna. Það er eins og kannski við bæjarfulltrúar höfum orðið var við að þá hefur verið talsverð óánægja með frístundaaksturinn og þjónustuna, sérstaklega þegar kemur að börnum á Eyrarbakka-Stokkseyri og í Tjarnabyggð. Þar sem að það hefur ítrekkað verið bent á að þau geta illa eða ekki nýtt sér þessa þjónustu, og það þurfi að bæði efla hana og samræma hana betur að þeirri dagskrá sem að er í gangi hjá börnum á Eyrarbakka-Stokkseyri og í Tjarnabyggð, þá sérstaklega þegar kemur að skólatíma. Ég sé að það er rætt hér að það verði þessi spretthópur verði samsettur af hagaðilum, og mér langar kannski þá bara að vita, er búið að stofna þennan spretthóp og skipa þessa hagaðila í hópinn, og þá kannski hvaða hagaðila er að ræða, ef einhver geti svarað því. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Forseti hefur sennilega fundið á sér. Hann kynnti hér Svein áðan til leiks. Hann ætlar að svara og bregðast við. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista. Ég finnst að var aldrei séð hversu sprettharður Sveinn er, og við skulum sjá hvernig hann bregst við þessu. Já, forseti, hann myndi ekki sjá mig að vera svo fljótur, held ég. Nei, ég kem undir sama lið sem er frístundaaksturinn, og það var líka mál á undan á dagskrá. Það var byrjað að vinna þetta. Það var þannig að sveitarfélag fór í útboð fyrir einhverjum 4 eða 5 árum á sínum tíma og er eiginlega búið að vera bundið því, og svolítið dýrt fyrir okkur að segja upp því útboði að nú er tækifæri til að laga þetta, og það er allir sammála því.
Það voru mjög góðar umræður á fundinum og Gunnar Eysteinn, eins og kemur hérna fram í fundargerðinni, kemur á fundin og upplýsir okkur þá vinnu sem var hafin. Hann byrjaður að vinna og hagaðalarnar eru bara, það eru foreldrar barna sem búa niður á sérstaklega á Eyrarbakka og Stokkseyri, það eru íþróttafélögin, það eru skólarnir og fleira. Það var líka mjög góð umræð það sem eiginlega vont að við höfum oft verið að gefa út tímasetningu á frístundakstrinum, svo hefur íþrótta- og frístundageirinn breytt æfingatímum. Og það gengur ekki að skólinn að klárast kannski klukkan 1:30 eða að séu bara 5 mínútur þar sem börn hafa til að fara á milli skóla og íþrótta. Það þarf eiginlega að vera komin einhver regla á því hvenær íþrótta og tómstundastarf byrjar í sveitarfélaginu, af því börn eiga að vera í skólanum allan skólatíman eins og bara gefur að skilja, og þetta eru svona óþarfa árekstra sem óþarfi og við þurfum að takast á, og þetta eitthvað sem við þurfum bara að vinna náið með íþróttum. Það gengur ekki að við sem að reyna að gera hérna góða þjónustu í þessu og svo þessu bara breytt öllu saman kannski viku, mánuð eftir þetta að þetta svolítið það sem spretthópurinn var líka á að fara. Hann bara, Gunnar Eysteinn bara alfarið með þennan hóp og hann að tala við þá aðalega sem hafa líka haft samband bara við hann. Þetta ekki hópur sem skipaður af bæjarráði eða slíku og að vinna þetta til þess að geta að færa útboð til þess að þessi þjónusta geti hafist í haust, af því útboði rennur út núna í sumar. En það eru tækifæri í þessu og ég sé bara fyrir mér, bara svo ég sé mína skoðun sjálfur, það verður að vera einn bíll sem keyrir á milli Eyrarbakka og Stokkseyrar og fer bara upp á Selfoss á einhvern einn stað og annar bíll sem hefur að keyra þar á milli til þess að tíðnin sé hvað best. Gengur ekki að þetta sé svona stór hringur sem er að keyra. Auðvitað vitum við líka að þetta ekki persónubundin þjónusta. Þetta eru almenningssamgöngur sem við bjóðum upp á. Að það þarf líka alveg að horfa það að auðvitað þarf alltaf að bíða eða eitthvað, svo okkar að koma betri aðstöðu, fjölga strætóskýlum eins og við talum. Það var nú komið ákall frá íbúðum á Stokkseyri, það var sett strætóskýli þar. Að við þurfum kannski að hugsa þetta aðeins heildstætt, hvar sjáum við fyrir okkur stærstu stoppustöðuna, jafnvel taka út óþarfa stoppustöðar. Þörf á að strætóin keyri til dæmis í gegnum allt Stokkseyri og gegnum allt Eyrarbakka og risastóran hring hérna á Selfossi, eða eigum við bara að reyna að einblínda á þessa álagsstaði til þess að minnka hringinn til þess að bæta tíðnina. Það líka það sem þessi spretthópur fara og Gunnar ætla að koma aftur inn til bæjarráðsins að koma, en þessi vinna var hafin þrátt fyrir þessa fyrirspurn og útboðið líka í vinnslu og það þarna fyrir sett í málunum fyrir ofan líka minnisblað frá innkaupastjóra sveitarfélagsins nokkra leiðir og svona áherslur sem mögulega verið að leggja á í þessu útboði. Og búin að svara allir spurningum, takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Og þá höfum óskættur fóð að taka til máls Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, og hún ekki síður spretthörð en Sveinn Ægir. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur, takk fyrir það, herra forseti. Mér langaði bara að koma hérna upp aðeins undir þessum lið þar sem að það felast í þessu gríðarlega tækifæri og fagna því að þessi komið að þessum tímapunkti. Þegar nú eru verið reynslunni ríkari og það fullt af hnökrum sem hægt að laga til eða bara það margt sem hægt að skoða og bæta og breyta. Mér langaði bara aðalega til að brýna meirihlutann og þá starfsmenn sveitarfélagsins til að skoða það sem hefur gengið verulega vel hjá öðrum sveitarfélögum, allavega einhverjum sveitarfélögum, þar sem að ungmennafélögin eða íþróttafélögin hafa hreinlega verið fengin að borðinu til að reka svona frístundarútur, bara sem einhvers konar samstarf, jafnvel tekið alveg yfir, og það hefur alveg verið umræða oft þar sem að það hefur komið fram að foreldrar veru klárlega tilbúinir til þess að greiða inn í afler fyrir slíka þjónustu til íþróttafélagana ef hún væri í boði, og þá hún líklegast alltaf miðuð að þeim æfingum sem lægir fyrir og þeir væri með puttana púlsinum þar. Það gæti verið fjáröflun fyrir íþróttafélögin, þannig að mér langar bara að brýna ykkur til þess að dusta ryki líka þeirri hugmynd og skoða hvort að það sé eitthvað sem að myndi nýtast öllum og vera hagkvæmt fyrir alla. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, óskar eftir að fá að tjá sig hér í
lokaræðu fundarins. Já, forseti, ég kem hér á spretti til að sýna ykkur hvað ég er hröður líka. Mér langar bara að fagna þessari fyrirspurn hjá S-lista og bara fagna því að sé farið af stað markviss vinna við að fara yfir stöðuna, því að það er alveg þannig að þetta er búið að vera í smá lamassessi undanfarin ár og bara mikilvægt að þessi þjónusta sé bæði áreiðanleg og aðgengileg. Svo langar mér líka bara að nýta tækifæri því ég trúi því að íþróttafélögin og æskulýðshreyfingin sé öll föst við skjáin að fylgjast með þessum fundi, að þau taki vel í það þegar að það verður haft samband við þau og átt þetta samtal við þau, því þetta gerist ekki án þeirra heldur. Því það er alveg rétt eins og kom hérna fram að oft er verið að breyta æfingatímum og annað og ég trúi því að íþrótta- og æskulýðsfélögin vilji hafa þessa þjónustu í boði, hvernig sem hún verður útfærð. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Ellý. Og þá höfum við lokið að ræða 14. lið þessa 69. fundar bæjarstjórnar Árborgar og næsti bæjarstjórnarfundur verður að óbreyttu miðvikudaginn 18. febrúar, en dagskráin er tæmd og forseti slítur því fundi og þakka fyrir gott hljóð og góða fundarsetu og góða virkni. Góða stundir.